Komið þá blessuð og sæl og velkomin til þessarar kveðjustundar þar sem við kveðjum elsku Ingu og það er ekki oft sem maður sér svona mikið af fallegum blómum og það á vel við af því að hún elskaði blóm og var sérstaklega góð í að búa til blómaskreytingar og mig langar að lesa kveðjurnar sem hér hafa borist. Minning þín lifir, kær kveðja, Eyrún, Davíð, Veiga, Inga og fjölskyldur. Svo eru hér tvær blómasendingar með kortum sem ég ætla nú samt ekki að opna. En hinsta kveðja, Gurrí, Þorri, Olla, Hafsteinn, Sigga og Runni, Sigga, Magga og Björgvin. Minningin lifir, systkini og fjölskyldur þeirra. Og svo eru hérna tveir. Við elskum þig, hvíl í friði, Jónasella og fjölskyldur. Góða nótt, elsku amma, Aðalsteinn, Þorgerður, Krummi, Viktor, Inga og Rakel. Og þá skulum við hefja þessi stund formlega á því að signa okkur og segja í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Svo förum við saman með bæn sem að mörg kunna. Vertu nú yfir og allt kring með eilífri blessun þinni, sitji Guðs englar saman í hring, sænginni yfir minni. Svo langar mig að bæta í blómahafinu einni við. Ó faðir, gjör mig blómstur blítt, sem brosir öllum mót, en kvíðalaust við kalt og hlýtt kyrt á sinni rót. Amen. Ég tók mig frí og sigldi
sjó og gula þorskinn dró því ég er einfald hamla kló. Hvernig er hægt að lifa æðri mátt sem hefur skipað oss á sess með einfaldleika þess? Já, já, þetta er einfaldara líf. Fallega sungið æðruleysið og fólkina valdi þetta lag af því að hún átti mikið æðruleysi. En þá les ég falleg orð Davíðs sálma þar sem segir: Drottin er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sakir nafns síns. Og þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
Takk öllum fyrir fallegan tónlistarflutning, en nú bið ég ykkur sem eigið auðvelt með að rísa á sætum við heyrum heilagt guðspjall. En Jesús segir þetta salt og ljós. Þið eruð salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það þá til einskis nýtt, menn fleygja því og troða undir fótum. Þið eruð ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist og ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós ykkar meðal mannanna að þeir sjái góð verk ykkar og vegsami föður ykkar sem á himnum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall og sæl erum við ef við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Og þá ætla ég að biðja ykkur að fá ykkur sæti. Það fallegt lag sem að Jóhannes í Köllum samdi textan við og Valgeir Guðjóns gerði sem næst, Víki Vaki. Ef einhver vill syngja með, má það? Já, þetta nú svolítið, hún var nú partykona, sko. Þannig ef þið finnir flæði með að syngja, gerið það bara.
Það er nefnilega margs að minnast og sólskinsdögum síst má gleyma. Og þegar við horfum tilbaka yfir líf elsku Ingu þá er margir sólskinsdagarnir. Hún hafði sérstakt lag á því að strá sól og gleði í kringum sig og lýsti oft upp eins og ljós, eins og Kristur segir að sé hlutverk okkar, að vera ljós í heimi sem stundum er myrkur. En ég segi stundum við þetta tilefni að við erum líka kölluð til að vera salt. Og það er svo augljóst hvað er verið að meina þegar að vera að tala með við eins og ljós. Við þekkjum það hér í landi náttmyrkranna eins og vetrartíminn er og svo reyndar mikla ljósið á sumrin. Hvað ljós getur gert mikið, bægt myrkrinu frá, en við erum að tapa aðeins næminu fyrir hvað þýðir að vera salt jarðar. Og þá langar maður að minna ykkur unga fólki hér á að salt það nær tilgangi sínum þegar það kemst í samband við önnur efni. Það gerir ekkert eitt og sér. Og þannig er Kristur að segja, við erum ekki kölluð til að vera ein. Við erum kölluð til að vera líka í samfélagi við aðra. Og hvað gerir saltið? Það dregur fram það besta og bindur jafnvel gott saman. Líkaminn okkar verður að hafa salt. En stundum þekkjum við líka þegar við erum að elda, kartöflumús eða popp. Þegar saltið er ekki komið þá vantar eitthvað. En þegar saltið kemur þá dregur það fram það sem við vorum að leita að, því góða og rétta. En salt á tímum Jesú, það hélt líka frá því sem skemmdi, því sem að stóð fyrir ildu og niðurbroti á matvælunum, saltið heldur því frá. Og þannig er Jesús að segja, við erum kölluð til þess að draga fram það góða, binda saman, ná tilgangur í sambandi við annað fólk og við erum líka að halda frá því sem skemmir. Og allt þetta tókst okkar konu vel og Kristur er þar góð fyrirmynd, en áður en að ég fer inn í sjálf minningarorðin þá langar mér líka að hvetja ykkur sem eru í streymi að senda rafrænar kveðjur til fólksins hennar og koma til skila kveðjum sem að mér bárust. Það er Ágúst Ingi, Björg og fjölskylda sem senda ástvinum Ingu innilega samúðar kveðjur frá Danmörku og svo erum við með kveðjur líka frá Ellu, Ingu og fjölskyldu, Ragnar Vestmann og Alda biðja fyrir kveðju ásamt þakklæti fyrir fallega vináttu og áratuga samvinnu og samstarfi ýmis verkefni í MK og utan hans og Kristín systur Ingu bað fyrir góðri kveðju frá sér og Ingimar. En Inga Dadda Karlsdóttir fæddist í Reykjavík 21. ágúst 1954. Foreldrar Ingu voru Sesselja Davíðsdóttir, verslunarkona, fædd 1928, hún lést 2000, og Karl Svanholm Þórðarsson, hafnsögumaður, fæddur 34, hann lést 2024, nú fyrir á árinu. Móðir hennar veiktist í kringum fæðinguna og bjó Inga hjá móður ömmu sinni og afa, Ingu Eiríksdóttur Kúld og Davíð Sigurðssyni á Miklaholti í Hraunshreppi á Mýrum. Henni þótti afar vænt ömmu sína og afa. Og það kom sérstakt blik í auga hennar þegar hún minntist æsku áranna. Inga vissi engan stað fegurði á jörðinni en Miklaholt. Hún var alin upp með frændsystkinum sínum, börnum og móðurbróðurinnar sem voru mikið í sveitinni. Sumir sögðu Ingu hafa haft afar frjótt ímyndunarafl sem barn, á meðan aðrir töldu hann einfaldlega skynja betur en við flest lífið utan þessa heims. Hún átti allavega vin í barnæsku sem hún kallaði Skálmar og bjó í Steini við bæinn. Eitt sinn vitjaði hann hennar í draumi og lét hana vita þegar langama hennar, Sesselja, var að falla frá. Þegar hún vaknaði og ætlaði inn í herbergi ömmu sinnar eins og hún gerði á hverju morgni, sagði fullorðna fólki við hana, Inga mín, þú getur ekki farið þarna inn núna. Nei, ég veit það, amma er dáin. Svaraði svo stutta. Nú, hvernig veist þú það? Skálmar sagði mér það, svaraði Inga þá. Og þessa sögu og fleiri til sagði Inga fjölskyldunni í skemmtilegri ferð að Miklaholti síðasta haust. 10 ára fluttist hún til Reykjavíkur þegar amma hennar og afi fluttu í höfuðborgina. Hún gekk í æfingadeild Háskóla Íslands og Austurbæjarskóla
og varð stúdent frá MH 1976. Systkini Ingu samfeðra eru Kristín, fædd 52, Guðmundur Sölvi, 56, Bergur Bjarni, 59, Gunnar Ágúst, 60, Laufey, 61, Fanney, 65 og Margrét Eygló, fædd 70. En þeim kynntist hún ekki fyrr en upp úr 20, en þótti afar vænt þau og samgangur mikill í seinni tíð. Þann 7. maí 1978 kvæntist Inga Gunnari Halldóri Jónassyni kaupmanni sem fæddur 23. júlí 1953. Foreldrar hans voru Jónas M. Gunnarsson kaupmaður og Sigríður Rakel Þórarinsdóttir húsmóðir. Börn Ingu og Gunnars eru Jónas Þór, fæddur 28. ágúst 78, eiginkona Klara Berta Hinriksdóttir, börn Hinrik Hrafn, fæddur 2014 og Viktor Örn, fæddur 2015. Sonur Klöru Bertu er Róbert Arnar, fæddur 2000. Fyrrum sambýliskona Jónasar er Brynhildur Kristín Aðalsteinsdóttir og börn þeirra eru Aðalsteinn Ingi, fæddur 2006 og Þorgerður Kristín, fædd 2009. Yngri er svo Sesselja Dagbjört, fædd 29. september 1981, eiginmaður Róbert Egilsson, fæddur 79 og börn þeirra eru Inga Karitas, fædd 2016 og Rakel Björg, fædd 2018. En Gunnar og Inga skildu árið 2010 en leiðir þeirra og vinátta hélst þó áfram alla tíð. Og minningar barnanna hlýja tíma með móður sinni eru margar. Mamma þeirra var drífandi í foreldrastarfi, fjáröflunum og mætti á alla leiki, löngu áður en það var vaninn að foreldrar stæðu styðjandi á hliðalínunni. En foreldrar þeirra studdu þau systkinin alltaf alla leið. Fjölskyldu útilegur voru óteljandi og sennilega hafa börnin veitt í flest öllum vötnum og sprænum sem fyrirfinnast á þessu landi og sofið á árbakkanum í appelsínugulu seglagerðartjaldi og borðað kvöldmat þar eldaðan á prímus. Inga lagði upp með að kenna og sýna börnunum sínum góð gildi í verki. Hún hafði hjarta fyrir þeim sem minna máttu sín, kenndi þeim bænir og að tala af virðingu. Hvert sem Jónas og Sesselja fóru með móður sinni, sagði hún alltaf áður en þau gengu inn í hús, verið kurteis og munið að þakka fyrir ykkur. Inga vann mikið og þurfti börnin og þau hjónin að leggja sitt af mörkum þegar þau voru að byggja heimilið í Álfalandi 5. Og þá var gott að hafa móðurinnar ömmu Sellu sem tók á móti þeim systkinum. Inga hafði unun af því að veiða, fara í berjamó og nutu börnin og fjölskyldan góðs að því. En einnig að fara í náttúruna, oft í heiðmörk til að finna efni í haustkransa og aðvendukransa eða gera greinar á leiði. Þá var hefð að fara á aðvendukvöldi í Bústaðakirkju þar sem Sesselja var að syngja í barnakórnum en einnig að fara í bíltúr til þess að skoða ljótt jólaskraut. Starfsvill Ingu var góður og farsæll. Hún fór ung að vinna í blómum og blómaskreitingum. Hún vann í Alaska, í Eden, í Hveragerði, í blómabúð í Svíþjóð og síðar meir í blóm og ávöxtum en varð að hætta því að hún var með mikið ofnæmi fyrir hortensíu. Inga nam þá við Kennaraháskóla Íslands og útskrifaðist með BA í íslensku og uppeldisfræði ásamt kennsluréttindum árið 1983. Sama ár hóf hún störf sem kennari við Snælandsskóla. Árið 1988 færði Inga sig yfir hingað í Kópavoginn í menntaskólann og kenndi lengst af fornbókmenntir, helst Njálu. Hún var einn af stofnendum skrifstofubrautar MK og starfaði sem deildarstjóri brautarinnar frá 1990 til 2000. Frá 1997 til 2001 var Inga kennslustjóri bóknáms MK og frá árinu 2001 fagstjóri hagnýtrar viðskipta og fjármálagreina. Inga var fróðleiksfús og tók einn vetur í tjáningu, 1 ár í hagnýtri fjölmiðlafræði og master í fullorðinsfræðslu, þar sem lokaritgerðin var konur með litla grunnmenntun. Hún stundaði einnig nám í fjölmenningarfræðum og tók þátt í að skrifa námskrá í íslensku fyrir fólk af erlendum uppruna. Bæði grunn- og framhaldsnámskrá, en Inga starfaði í MK og skrifstofubraut fyrir fólk af erlendum uppruna ásamt almennri kennslu til ársins 2021 þegar hún lét af störfum.
Fyrir tilviljun hóf Inga kennslu í íslensku fyrir útlendinga þegar hún var fengin í afleysingar hjá Mými í Ánanaustum. Hún helgaði líf sitt íslensku fyrir útlendinga næstu ár og starfaði í 17 ár í Mými. 2003 stofnaði hún Betri árangur ehf. Sem sérhæfði sig í íslensku kennslu fyrir fólk af erlendum uppruna og starfaði hún við íslensku kennslu meðan heilsa leyfði til vorsins 2024. Og nemendur Ingu skipta þúsundum og hafa börnin verið að fá kveðjur frá nemendum sem hafa sendt falleg þakkarbréf fyrir að hafa alltaf staðið á baki við þeim og blásið þeim trú á sjálfa sig í brjóst. Ég ætla að fá að lesa nokkra kveðjur. Ég verð að viðurkenna að hún átti sama stað í hjarta mínu þar sem hún kom mér af stað á menntabrautinni, þar sem ég hafði enga trú á sjálfum mér. Inga var frábær kennari, yndisleg manneskja sem hafði svo mikil og varanleg áhrif á mörg okkar sem voru svo lánsöm að njóta húmors hennar, hlýju og leiðsögnar í Snælandsskóla og sum hver áfram í MK. Frá 1987 hef ég oft hugsað til Ingu með djúpu þakklæti og mun gera það áfram ókomna tíð, fyrir hafa kennt mér ungum að njóta þess að lesa og skrifa. Betri veganesti hefði ég ekki getað fengið úr grunnskóla og út í lífið. Inga Karls var kennari í algerum sérflokki, blessuð sé minning hennar. Þannig segir Inga var einstök manneskja og uppáhaldskennari flestra sem voru í MK. Og hér einn móli viðbót. Þegar við komum til Íslands fengum við að kynnast þessari einstakri konu. Hún kenndi okkur íslenskuna. Hún hafði mikla þolinmæði fyrir okkur. Hún var yndislegur kennari. Þegar ég sagði henni að ég vildi fara í háskóla, svaraði hún án vafa, það verður ekkert mál að klára námið. Hún hafði alltaf trú á okkur. Hún mun alltaf hafa sérstakan stað í hjart okkar. Við munum aldrei gleyma henni. Og þegar Inga horfði tilbaka var hún stoltust af því að hafa gefið konum með litla grunnmenntun tækifæri til vaxtar og náms. Inga var alltaf fordómalaus og yfirveguð, sá styrkleika í öllum og gaf þeim vængi til að fljúga sem bestu voru fiðruð. Ekki hægt að segja frá Ingu nema nefna að hún tilheyrði saumaklúbbi, saumasystrum. Þetta voru 5 vinkonur sem byrjuðu að hittast 18 ára og hafa fylgst að í rúma hálfa öld. Og þetta var ómetanlegur félagsskapur, trúfastur og samheldinn hópur. Eiginmenn þeirra byrjuðu síðar að hittast og leggja stund á getraunir og mikil vinátta skapaðist. Börnin þeirra urðu líka vinir og árleg nýársboð, sumarbústaðaferðir og ferðalög voru hluti af lífstaktinum. Fjölmargar utanlandsferðir, haust- og vorferðir og síðasta skipulagða ferðin sem Inga náði var boð á Bessastaða til Guðna forseta. Þegar ástvinir sjá Ingu fyrir sér í essinu sínu hún að halda veislur, dunda í blómum, skreita og gera fallegt. Hún elskaði að vera með fólki og var límið í fjölskyldunni. En hún elskaði líka bras. Hélt félagsvist, morðgátupartí, var í skemmtinefndum, undurnaði kennarastofunni fyrir árshátíðarþema. Inga fór alla leið eða sleppti því. Inga var jólabarn með stórum staf. Hún gerði piparkökuhús og skreytti, bakaði 10 sortir, bauð tugi vina og ættingja, bauðst til að gera skreytingar á leiði fyrir tugi vina og ættingja. Hún bauð í laufabrauðsgerð og svo bjó hún til jólahefðina að hittast í sherry. Og óhætt að segja að jólin voru komin, til dæmis hjá Davíð frænda og fleirum þegar kíkt var við. Og vinur Jónasar, hann var mættur á hverjum jólum, ekki til að hitta hann, heldur mömmans. Inga lagði upp úr því að hafa heimilið opið og ósjaldan þegar verið var að fara eitthvað út á lífið, komu vinirnir eða vinkonurnar heim til hennar að gera sér til og leftu þá oft á trúnó við Ingu. Inga var einstaklega góð amma og voru barnabörnin fljót að finna inn á að amma Inga átti mjög erfitt með að segja nei. Þau báðu hann eitthvað og hjá ömmu mátti allt nema reyndar að brjóta einu regluna sem gilti og hún svona: hér bannað að vera í fílu.
Hún dekraði við þau öll og minningarsjóðurinn úr sumarbústaðnum, jólabíldurunum og ferðarlegunum ótæmandi. Það var því mikið þakkarefni að geta náð dýrmætri ferð með barnabörnin, börnin og tengdabörnin í sumar til Spánar í tilefni að 70 ára afmælinnar. En það voru fleiri með í för því að mæður tengdabarnanna, hinar ömmurnar, voru líka með. Og það lýsir Ingu vel. Hún var sérfræðingur í að mynda tengsl og búa til góðar minningar. Lýsingarorðin sem ástvinni segja lýsinni best eru brosmild, hjartahlý, hafði einstaka og góða nærveru. Traust, hugsaði alla aðra áður en hún hugsaði sjálfa sig. Hún var drífandi og glaðvær, félagslynd, vítamínsbrauta, kletturinn og límið í lífi margra. Fjölskyldan, vinirnir og lífsstarfið var henni allt. Og barnabörnin skrifa svo: amma var hlý og góð. Það var gott að vera í kringum hana. Hún hugsaði vel fólki sitt. Hún var þolinmóð og alltaf góð við alla. Hún var ekkit eðlilega fyndin. Það var hægt að hlæja endalaust með henni. Amma var bara best og bara alltaf gaman með henni. Þetta eru falleg eftirmæli. En Inga var afskaplega æðrulaus og kom það sérstaklega í ljós í veikindum hennar. Hún kvartaði ekki og gerði gott úr hlutunum. Hjá henni var glasið alltaf hálf fullt. En Inga lést í faðmi fjölskyldunar á líknardeild Landspítalans í Kópavogi þann 5. október síðastliðinn eftir baráttu við krabbamein. Elsku Inga, far þú í friði, friður Guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. En Guði séu þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir Drottinn vorn, Jesú Krist. Amen. Hún bar þig í heiminn og hjúrað að sér. Hún heitast þig elskað og fyrirgaf þér. Hún ætíð skjöldur, þinn skjöldur og hlý. Hún íslenska konan sem ól þig og þér helgar sitt líf. Með landnemum sildum svarrandi haf. Hún sefaði harma, hún vakti hún svaf. Hún þerraði tárin, hún þerraði blóð. Því hún var íslenska konan sem allt á að þakka vor þjóð. Hún þraukaði hallæri, hungur og fá. Hún hjúkrað og stritaði, gleðisnauð á. Hún í dag fórnar sér endalaus má. Því hún íslenska konan sem gefur þér allt sem hún á. Brúður sem skín, hún bars
Þá lítur þú höfði og táfalla fólk. Þú veist hver var skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það var íslenska konan tákn trúar og vonar sem ól þig og þér helgar sitt líf. En sólin hún hnígur og sólin hún rís og sjá þér við hliðina þín hamingju dís sem ætíð skjól þitt, skjöldur og hlíf. Það íslenska konan tákn trúar og vonar sem ól þig og þér helgar sitt líf. Guð, við þökkum þér fyrir Ingu og allt það sem þú gafst okkur með henni. Við byggjum fyrir þeim sem hér syrgja, börnunum hennar, tengdabörnum, barnabörnum, systkinum og öllum ástvinum, veittu þeim huggun og styrk og hjálpaðu okkur að halda hennar góða fána á lofti. Og vertu með þeim sem hér syrgja í sorginni og veittu þeim þína huggun og þinn styrk í Jesú nafni. Amen. Svo förum við með bænina sem hún lærði ung og Jesús kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. When I think of angels, I think of you. And the smile in your eyes and the things that you do. I heard you had left, no it couldn't be true. When I think of angels, I think of you. Godspeed to you, angel, wherever you go. Although you have
sorrow, I won't let it show. I'll see you again when it's my time to go. When I think of angels, I think of you. And the smile in your eyes and the things that you do. I heard you had left, no it couldn't be true. When I think of angels, I think of you. When I think of angels, I think of you. Þá bið ég ykkur á nýjan leik sem hefur auðvelt með að rísa á sætum undir molduninni. En lofaður sé Guð sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar. Fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég lifi og þér munuð lifa. Af jörðu ert þú kominn. Að jörðu skalt þú aftur verða. Af jörðu skalt þú aftur upp rísa. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum lík lifa. Þar sem englarnir syngja sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við hin sem lifum, lifum í trú, að ljósið bjartar skæra. Vekið þig með sól að morgni, vekið þig með sól að morgni. Drottinn minn faðir, lífsins ljós, lát náð þína skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, minn lífsins rós, tak burt minn myrka kvíða. Þú vekur hana með sól að morgni, þú vekur hana með sól að morgni.
lýsa upp sorgmætt hjarta. Hjá þér ég finn frið og skjól, láttu svo ljósið þitt bjarta. Vekja hana með sól að morgni, vekja hana með sól að morgni. Drottinn minn réttu sorgmættri sál, svala líknar hönd, og slökk þú hjartans harma bál, slít sundur dauðans bönd. Svo vaknar hún með sól að morgni, svo vaknar hún með sól að morgni. Farðu í friði, vina mín kær, Faðirinn mun þig geyma aldur og ævi, þú verður mér nær, aldrei ég skal þér gleyma. Svo vöknum við með sól að morgni, svo vöknum við með sól að morgni. Svo vöknum við með sól að morgni, svo vöknum við með sól að morgni. Og bið ég ykkur að lokum sem ég vilt með að rísa aftur úr sætum. En áður en að ég flyt blessunna, þá langar mig fyrir hönd aðstandenda að þakka ykkur sem fylgdust með í streyminu, kærlega fyrir, og hvet ykkur aftur til að senda rafrænar kveðjur, en ykkur líka sem að troðfylltu kirkjuna hér í dag fyrir að koma og sýna samhug. Það verður jarðsett núna í Kópavogskirkjugarði og svo ykkur öllum boðið að þiggja veitingar á Berjæja Reykjavík Natura Hotel. Mörg ykkar þekkja það bara frá því gamla dag sem Hótel Loftleiðir. Svo þið eru velkomin að koma þangað, en við erum send út með blessun Guðs. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni. Amen.
would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I won't be long here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. 'Cause I know I don't belong here in heaven. Beyond the door, there's peace and sure, and I know there'll be no more tears in heaven, and I know there'll be